sítrónu og Lalla lárperu í teboð. Ég vona að þau þarf að koma. Ég er að vera glórhungruð. Þetta hljóta að vera þau. Ég vona að mér kom ekki að seint sig að selja. Jú, reyndar gerið það. Það var að mér komið að byrja án ykkar. Mér líst sveið mér vel á þetta. Mér þykja súkkulaðikökur svo góður. Fáðu ykkur sæti og þá getum við byrjað. Sola, sest þú í þennan stól þarna? Ég meiddi mig. Hvað gerðist eiginlega? Fyrirgefðu, Sola. Mér sýndist að var brotnað gormur. Þú gerðir þetta af ásettu ráði. Þú ert alltaf að hrekkja mig. Nei, alls ekki. Ég sver það. Þetta var alveg óvart. Sestu í þennan þarna í staðinn. Nú, jæja þá. Hann sýnist þægilega við þessi. Áranslega laupurinn þinn. Fáðu þá minn stól í staðinn. Já. Þetta er skárra. Sestu, Lalli. Ég þori það nú varla. Hér virðist allt hrynja saman. Jú, þessi virðist duga. Það komið kaffitíma og ég var varla nokkuð ætilegt. Bara brauð og smjör. Ég vil enga sultu. Ég vildi óska ég ætti köku. Ég vildi óska. Þarna flautar ketillinn. Mál að laga sér te. Súkkulaðikaka. En það kraftaverk. Hvaðan kom hún? Ætla óskirnar rætist ekki ef maður óskar sér einhvers nógu heitt. Ég er viss að þessi kaka sem hún ætlaði að gefa okkur búin til úr sápu eða einhverju ógeðslegu. Nei, þið miskilið þetta alveg. Ég var með engin brauð í tafli. Ég trúi þér ekki. Nei, og ég ekki heldur. Þú ert með ógeðsleg hrekkjabragð við okkur. Ég ætla að koma mér heim áður en loftið hrynur ofan á okkur eða eitthvað svoleiðis gerist. Já, ég líka. Þú getur átt þínar kræsingar sjálf. Það er að segja leifarnar þeim. Þetta er allt þessum gömlu ónýtu húsgögnum að kenna. Ég þarf að fá ný. Þessi er orðið svo útslitinn. Ég ætti að fleygja þessu öllu strax. Ég hef ekki efni á að kaupa neitt nýtt. Hérna, Lalli og Solla. Fáðu ykkur tesopa með mér. Ég er með dýrindi súkkulaðiköku. Þakka þér fyrir, Valdi Valneta. Hún er alveg dýrðu, Valdi. Hvar fékkst hana? Kannski að Valdi hafi bakað hana sjálfur. Ég býst varla við að þið trúi mér. En ég bara óskaði mér svo heitt og þá birtist hún hér úr heiðskíru lofti. Og nú er hún horfin aftur. Þakka þér fyrir teboðið, Valdi. Það var alveg dýrlegt. Þið ættu að koma ykkur heim sem fyrst. Það er von á fárviðri í nótt. Ég vona að við komumst heim í tæka tíð. Það er alveg svo hvasst. Þakka þér fyrir regnhlífarlánið. Við skilum þeim á morgun. Fljótu nú. En það rok. Vona að stormurinn feiki ekki þessu gamla tré koll. Það geti stafað hætt af því. Hvað var nú þetta? Hvað gengur á? Hamingjan sanna. Fyrst birtist súkkulaðikaka úr heiðskíru lofti og nú er komið hér trjágrein. Ég veit hvað hefur gerst. Vindurinn hefur brotið grein af gamla trénu og feykt henni gegnum þaki hjá mér. Og nú verð ég holdvotur. Það var heppni að ekki skyldi brotna nema greinin í gær. Það hefði getað verið allt tréð. Ég verð að höggva tréð áður en það gerir meiri óskund af sér. Hvernig ætlar að fara að því? Það er svo stórt að það geti lent á húsinu þínu eða hennar Siggu. Ég kann lagið á þessu. Ég er í rauninni alvanur skógarhöggsmaður. Ég geti höggvið tréð þannig að það falli nákvæmlega það sem ég vil. Hérna mun tréð lenda. Þú skalt bara sjá. En það fárviðri, ég var bara dauðhrædd og faldi mig undir rúmi. Ég heyrði veðurfræðinginn í útvarpinu segja að það væri von á heljar þrumuveðri í kvöld.
Þegiðu nú, Mangi. Veðurfræðingurinn nefndi ekkert slíkt á nafn. Ég veit það. Mér langaði alltaf til að verða skógarhaugsmaður. Þegar ég kallar tréð fellur, skuluð þið gæta þess að vera ekki fyrir. Eruð þið viðbúin? Já, Valdi. Já. Þetta er svo spennandi. Fyrsta stóra tréð mitt. Þau verða öll stórreikin af mér. Tréð fellur. Húsið mitt, litla fallega húsið mitt. Sjáðu hvað þú hefur gert, Valdi Valsneta. Hamingjan hjálpi mér. Heyr. Skógarhaugsmaðurinn mikli reiðir aftur til högs. Hann hitti ekki og klesti húsið hennar Siggu. Ég hlýt að hafa misreiknað mig. Hvar á ég nú að búa? Þú heyrt getið timburhús, Sigga. Nú hefur eignast eitt slíkt. Þegiðu, Mangi. Ég öll í uppnámi. Tilbúnir? Já, Valdi. Já. Jæja. Einn. Og toga. Togið, já. Nú getum við endurreist húsið þitt, Sigga. En það er líka komin tími til. Ég vil að það verði alveg eins gott og hitt. Stórglæsilegt. Það er jafnvel betra en það var áður. Já, en húsgögnin mín, munið að ég vil hafa þau alveg eins góð og áður. Hafðu engar áhyggjur. Þau verða það. Sjáðu hvað þeir leggja hart að sér. Það sem þeir vita ekki er að húsgögnin mín voru tómt drasl. Heyrðurðu þetta, Lalli? Húsgögnin hennar voru tómt drasl. Alveg rétt. Þetta var bara rusl. Ég man það núna. Í tebúðin hennar hrundu þau öll saman. Sú skal fá að kenna því. Sælsolla. Hér vinna allir baki brotnu við að smíða nýju húsgögnin mín, svo ég ætlaði að bjóða þeim upp á góðgerðir. Ég skal segja þér nokkuð. Þú færð hjá mér ókeypis þar sem þú þarf til þess. Ég þakka þér fyrir, Solla. Já, hún Sigga skal fá að kenna á því. Til dæmis er þessi borðlöpp of löng. Það er best að saga af henni. Og þessi stólfótur er of stuttur. Það er best að lengja hann. Sælir, strákar. Fannst ykkur ekki gott að fá rjómaísinn og gósið? Hvaða rjómaís? Hvaða gós? Nú, ísinn, gósið og sælgætið sem ég lét Siggu fá til að gefa ykkur því að þið eru búin að vera svo duglegir. Hún hefur svindlað á okkur einu sinni enn. Halló, komið öll sæl. Hvernig gengur hjá ykkur? Sjáðu, Sigga, við erum búinir að smíða húsgögn handa þér. Það var jafn gott. Ég var svo dauðuppgefin. Þú ættir að leggja þig í nýja rúmið þitt, Sigga. Já, mér veitir ekki á því. Hjálp, sleppiði mér. Ég þarf að tala alvarlega við ykkur. Mér líkar þetta alls ekki. Og mér líkar heldur alls ekki hvað þú gerðir við ísinn og gósið. Það var allt í gamni. Já, og þessi kústur er bara í gamni. Ég get ekki hlaupið. Ég borðaði yfir mig.